Eiður, bara hvernig eru tilfinningarnar eftir sigur á móti Blikum? Bara mjög góðar, auðvitað. Alltaf gott að vinna en kannski, þú veist, alltaf fyrir mig þetta var bara klálega eitthvað svona ekstra kikk að hérna vinna Breiðablik. Sko. Varstu þetta hjá Blikunum fyrir það? Hvernig er bara að mæta strákunum sem þú varst að þjálfa? Já, bara náttúrulega, þú veist, síðustu 2 ári, þú veist, og bara upplifum úslega mikið, mörg ferðalög og mikið Evrópu og þú bara einhvern veginn kynnist mönnum aðeins öðruvísi og ferðast mikið. Þannig að hérna, bara auðvitað þykir mér rosalega vænt um hóp og bara auðvitað þekkti maður á, þú veist, ekki maður á út og inn og hérna, kannski einfaldaði aðeins undirbúning. Svona þitt hlutverk í dag, er þetta mikið öðruvísi heldur en þegar Siggi er hliðin á þér? Nei, sko, við reyndum að halda undirbúningnum bara eiginlega mjög svipuðum. Skilur við það kannski eitthvað svona sem að Siggi vildi að, þú veist, ég tæki sem að svona í aðdraganda leiksins sem að hann er vanur að gera og hérna bara svona, þú veist, en þú veist, við erum það mikið, skilur við, bara vinnum þetta það mikið saman, skilur við að, þú veist, þetta var ekkert öðruvísi, skilur við, nema það, auðvitað stendi ég þarna en ekki Siggi en, þú veist, en þegar liðið spila svona þá finnst mér eiginlega bara að Viðar Húsvörður geti staðið þarna sko, skilur við, þú veist, það er bara allir voru on it og hrikalega flottir og bara, þú veist, undirbúningurinn fram að leik náttúrulega það sem skiptir öllu máli sko. Frammistaða Þorsteinssyni sérstaklega í fyrri hálfleik var bara frábær. Hver var lykillinn að því? Ég held að einhverju leyti komið Breiðablik á óvart. Þú veist, ég held að þeir hafi ekki búist við okkur svona rólum á boltan og hérna, og ég held að við höfum bara verið bara ótrúlega gíraðir og ferskir og orkumiklir og mér finnst það bara, þú veist, skila sér. Ég held að það hafi ekkert með Breiðablik að gera, skilur. Ég held að bara við vorum on it og við vorum bara trúðum á þetta, skilur. Hápressa, sérstaklega fyrir okkur reynda bara mikið líka í seinni. Var það eitthvað sem þú voru að spá mikið í? Hafði vindurinn eitthvað um það að segja? Nei, ekki neitt sko. Það var bara við ætlum að gera það og okkur finnst það klálega bara að henda okkur liði og við viljum standa fyrir það, þú veist, auðvitað höfum við, þú veist, einhvern tímann í sumar verið aftar á vellinum, skilur, en það er ekkert endilega fótboltinn sem við viljum spila, skilur, og hérna, en það í einhverju tilvíkum bara hendaði það, en meina eins og sér líka í seinni hálfleik þá bara líður okkur ágætlega að við liggjum aftarlega, skilur, þannig að en stundum fannst mér okkur líða of vel að liggja aftarlega, skilur, og það ég vilja að við höfum stíga eins betur upp, skilur, en bara hvort sem það er aftarlega að framalega þá bara erum við búin að vera ótrúlega þéttir og flottir, sérstaklega í síðustu 3 leikjum bara varnarlega, bara að fá okkur 1 mark og það var einu lokinn á móti Víking, sko. Það voru alveg sénsar til að skora fleiri en 1 mark í þessu leik. Fyrst að það tókst ekki, var ekki fínt að að sýna líka að það er hægt að söffara í gegnum lokakafla? Jú, mér fannst samt sko, og ég sagði bara við hálfleik strákana sko, ég sagði það dugur ekki að vinna þennan leik 1-0 sko, þannig að við þurfum að keyra á þetta og auðvitað reyndu það, skilur, en eins og þú segir, skilur, það bara að finna það og ég held að menn hafi haft meiri trú á því af því að það hefur gengið svo vel að halda markinu hreinu í síðustu leikjum og þá held ég að menn hafi verið ekstra gíraðir og haft ekstra mikla trú á því og allir on it, skilur. Talar að Hápressa hendi þessu liði vel, þú veist, Þorri er búinn að koma frábærlega inn, finnst manni og Gústi í svona leikjum, hann getur hlaupið endalaust. Já, algjörlega, og bara líka, þú veist, bara rós til, þú veist, flestra skilur, þú veist, auðvitað finnst mér líka eftir að, sérstaklega þennan leikurinn sem að Aron kom inn, að þá fannst mér Affi stíga hrikalega mikið upp. Og svo gerir þeir í síðasta leik skilur inn á miðunni og þú veist og það einhvern veginn og þá líður öllum betur skilur en þú veist ég meina bara ég held að einhver leiti þú veist kemur meiri trú og þess að ég sagði viðtalið áðan við annar miðil að þú veist ég meina ég held að einhver leiti þá þessu leikmenn að spila sinni fyrstu leiki í efstu deild ég held að þeir séu líka bara orðnir skólaðari og reynslumeiri og þeim er farið að líða betur og þeir eru farin að sýna sitt rétta andlit. Töluðum aðeins um því í byrjun, aðeins út á hornspyrnur, það fara að skila svolítið að mörkum. Hvernig er það fyrir þjálfarana að sjá það skila mörkum? Það er, þú veist, bara gott að skora mörk, skilur, sama hvernig þau koma. Þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja, skilur, þetta er bara, þú veist, eitthvað svona ekstra kick, skilur, þau ert búin að greina eitthvað og sjá eitthvað, skilur, einhvern veikleika hjá andstæðingnum, skilur, og veist af, þú veist, ég menna eins og ég þekki þá náttúrulega út og inn í fyrstu leikatriðum, þannig að, þú veist, ég veit að hvað virkar á móti þeim og mér fannst þetta virka vel í dag, en, þú veist, bara, auðvitað, ég meina, mér fannst fram að markinu og trúði eiginlega ekki að við varum ekki búin að skora, sko, mér langaði eiginlega bara öskunum á völlin, sko, þið vita að markið er þetta hvíta með netinu í, sko, þetta var eiginlega þannig, sko, en bara sama hvernig markið kemur, þá bara geggjað. 7 stiga af síðustu 9, hvað hefur breyst?
Ég held að einhverju leyti, þú veist, ef þú horfir á byrjunum mótinu okkur, þú veist, flestir heilir, útlendingarnir sem eiga stígu upp og svolítið svona að vera leiðtogarnir í liðinu, þeir voru on it þá, voru, þú veist, inn á vellinum. Við lendum bara í smá hólu þegar líður aðeins inn í mótið og við áttum bara erfitt með að komast út úr þessari hólu og ég trúi núna að við sem komum úr þessari hólu og við erum á leiðinu upp á við og alveg saman önnur lið. Ég held að við höldum áfram í þessum gíra þá bara getum við unnið öll lið. Það er rúm 2 ár síðan að Kevin Vasquez var að spila í La Liga. Hvernig er hann kominn í Þór? Getur þú sagt einhverju sögu af því? Herðu, hann bara hefur komið svakalega óvart. Ég ætla bara að segja það. Hann er bara ótrúlega hress, bara geggjaður gæi. Þú veist, hann sagði við okkur, gefið mig 2 vikur og þá verð ég orðinn bara geggjaður, skilur. Og þú veist, ég veit ekkert af hverju hann valdi það að koma í Þór, skilur. Ég bara, þú veist, það er margir búin að spyrja um þessu spurningu. Ég get ekki svarað henni, kannski getur hann svarað henni, en þú veist, ég trúi því bara að hann, þú veist, hafi viljað pröfa eitthvað nýtt og bara, þú veist, ég meina, kannski þarftu bara að finna gleðina eða eitthvað svoleiðis, skilur. Þú ert búin að spila fyrir 50.000 manns bara endalaust, skilur. Kannski viltu bara pröfa eitthvað allt öðruvísi og bara hafa einhvern, þú veist, búa sér til einhvern feril eftir ferilinn eða eitthvað, skil. Ég bara átta mikið á því en ég hef ekki ennþá spurt hann að því og bara ég spyr hann að því eftir sísón. Það er Ragnar, Kristófer og það er einn enn hjálpað að vera að vinna sem er utan hóps vegna meiðsla. Já, það var Viktor Bertomeu. Já, Viktor. Hvernig er staðan á þeim? Eru þeir líklegri í næstu leiki? Herri, já, sko, Kristófer, ég myndi halda að hann sé bara klár mútið IA. Sko, Viktor er 100% klár. Hann bara startar mútið IA og bara lára svo veist það bara núna. En það er bara spurning með Ragga, þú veist, bara hvort að það sé næsti eða það næsti leikur. Það er ekkert langt í það, sko. Bara góðir. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þér.